Ég held að sé eitthvað frjálst að velja ykkur sæti held ég. Er þetta? Herru, já, takk Óli fyrir þetta. Og takk fyrir að koma, pallborðsmenn og konur. Þið voru nokkuð ólmið að koma, gaman að sé áhugi. Þannig þið hafið kannski eitthvað að segja. Vonandi. Greinilega ekkert stress í gangi. Heyrist eitthvað í og ég held að heyrist ekkert í okkur. Jú, það kannski pröfa. Heyrist alveg í þér. Heyrist í Sönu, Jón? Ekki bara. Jú, heyrist það. Ég heyri allavega í sjálfum mér. Já, ok. Já. Það er alltaf aðalstressið að velja sokkana. Lendið þið sama á pallborðinu? Ég tók reynda með mig sólgleru, mér finnst þetta svo bjart, já. Rosalega bjart. Það er rosa flott. Ég held að það sé bara best að byrja bara fyrsta, þetta er þjóðhagsspá og kannski bara eðlilegt að fyrsta spurningi sé bara svona frekar almenn. Við sjáum bara að ástandið sé bara nokkuð gott eins og komum við fram. Og kannski til ykkar allra bara hvort þið séu nokkuð sammála þessu stöðumati og þá kannski frekar hvað svona veldur ykkur áhyggjum. Hvað er framhaldið? Kannski byrja á þér, Ólafur. Það er ekki annað hægt en að vera sammála stöðumatinu. Það lítur mjög vel út og sérstaklega skuldsetning og annað sem er bara vel lýst og ágætt kannski að fá að byrja á því að þetta lofa þessa skýrslu, hún er mjög vel framsett. En ég er kannski ekkert endilega sammála spánni í öllum atriðum. En mér finnst hún vel framsett og ég hef kannski mestar áhyggjur af hækkandi fasteignaverði sem er töluvert meira heldur en kaupmáttaraukningin sem er lýst í skýrslunni og mér finnst kannski það að vera svona sem ég setja stóru spurninguna við. Svona meira áhyggjur af heimilunum þá í tilliti? Ég veit ekki, það getur verið að því ég hef ekki lesið hana nógu vel en að láta fasteignaverð hækka tæplega 30% á 3 árum en kaupmátturinn fylgir ekki alveg, það er kannski það sem mér hefði viljað svona skoða betur. Okay. Svana? Já, mér finnst þetta lítur auðvitað ótrúlega vel út og við erum næstu komin bara með sýnidæmi hvernig á að reka gott hagkerfi og þannig að það lítur allt vel út en ef við horfum á það sem maður kannski hefur áhyggjur af að þá erum við þetta orðin háð kannski 2 stólpum sem er sjávarútvegurinn og ferðaiðnaðurinn og þá fer maður kannski aðeins að horfa á það á sama tíma og við erum að sjá skuldir fyrirtækja lækka að þá hefur maður áhyggjur af því að horfa kannski betur á skuldir fyrirtækja í ferðamannaiðnaðinum, eru þær að hækka og hversu stöðugar eru þessar tekjur ef að við sjáum krónuna byrja að styrkjast mikið meira og þetta á auðvitað við sjávarútveginn og ferðamannaiðnaðinn að hversu háð eru við gengi krónunar og hversu samkeppnishæf eru við ef krónan fer að styrkjast mikið meira. Jón? Já, ég held kannski svona tvennt sem að sjálfsögðu er alltaf áhyggjurnar sem að koma fyrst í þessu. Ég held svona samanlega ykkur í því að ég held að krónan sé það sem að menn hafa kannski mestra áhyggjur af. Hvernig svona, hvaða jafnvægi finnur hún og hver finnur það jafnvægi fyrir hana. Þannig að ég held að það er sem hafi kannski mest áhrif á fyrirtækin og líka neytendur í landinu. Síðan er bara spurning hvernig við spilum úr þessu, hvort að við fjárfestum rétt. Ég held að sé ákveðin tækifæri í því eða mjög mikilvægt fyrir stjórnendur fyrirtæki að horfa ekki bara á eftir veltuaukningunni og stækkununum, en horfa svolítið mikið inn á við að sjá hvernig menn geta aðeins fjárfest í framleiðni og byggt sig undir það að undir þessa svona samkeppni sem ég held að verði meiri alþjóðlegri heldur en að við höfum séð hingað til í framtíðinni. Já, það er bara góð punktur. Ég held að við kannski tökum einmitt umræðum það kannski eftir en fyrst að þið bæði höfum nefnum krónuna svona ákveðin fíll í herbygginu svona allavega í umræðinu markaðinn, stór póstur það sem við verðum að tala styrkingu og áhrif af því. Finnst þér, Jón, að þessi styrking sé í rauninni áhuggefni, þá kannski frekar frá þínu sjónarhorni sem í rauninni Ég veit það ekkert hvort hún er áhuggefni. Ég held að enginn viti það. Og einhvers staðar þarf hún að finna einhvern balans þar sem ég held að sé alltaf alveg eins og hlutabréfa fjárfestar þeim líkar illa við svona, hvað við segja, hið óvænta eða einhverjar þá
það er alveg sama í því að byggja upp fyrirtæki og skiptir engum máli hvar maður gerir það að ef þú ert með gjaldmiðil sem að innan 2 mánaða fer upp og niður 10% þá er það alltaf erfitt og það er alltaf dýrari rekstur. Það er ekki frekar sveiflan sem að... Það er sveiflan frekar heldur en hitt sem að ég held að máli sé. Ólafur, við sáum mynd frá Daniel með inngrip Seðlabankans. Hann hefur verið töluvert virkur á markaðnum og í rauninni haldið aftur af styrkingu krónur. Þá kannski má gera ráð fyrir er hann þá veikari en hún ætti að vera? Já. Hvað svona finnst þér með þróunina á krónunni svona almennt? Ég tek undir með Jóni að sveiflurnar eru kannski aðal áhyggjuefni. Krónan er að fara í gegnum raungengisjafnvægi núna og það er langtíma meðaltali, eflaust á hún eftir að hækka töluvert. En það eru þarna ansi margir sem hafa óskað eftir að fá að fara út á móti þessu innflæði og þar á meðal lífeyrissjóðir og ég ger svona frekar ráð fyrir því að góð þátttaka þeirra hingað til muni haldast áfram. Það gæti þá eitthvað leitt til stöðuleika á gengi krónunnar en það er hvar nákvæmlega gengi verður kannski ekki aðalatriði í augnablikinu en það þarf svona, það er þessar sveiflur. En einmitt að þessu útflæði þá lífeyrissjóðir og heimildi þeirra, það hefur nú svo sem ekki verið öllu þetta full nýtt. Er það kannski þá bara vegna mismunandi stöðu eða er það bara vegna áhyggjur af stöðu erlendis frekar eða eitthvað samband? Ég held að þetta hafi nú verið bara góð nýting. Þetta eru 20 lífeyrissjóðir og einhverjir kunna vera með aðra afstöðu þannig að ég held að ef að þessu hefði verið dreift til þeirra sem að full nýttu sitt og mögulega geta fengið meira þá hefði jafnvel þessi heimild verið full nýtt. Þannig að mér finnst svona líklegt þó að það sé erfitt að þegar partíið er að byrja að þá eiga að vísa okkur út eins og einhver segir. En að það sé í raun og veru bara það sem þarf að gerast. Það tekur örugglega töluverðan tíma að ná einhverju hærra jafnvægi í erlendum eignum og það verður erfitt að tímasetja það akkurat klukkan korter í 12 að ætla þá að fara að leiðrétta hlutfallið. Já. En mér finnst mjög líklegt að lífeyrissjóðir og aðrir fjárfestar, jafnvel stofnanafjárfestar fari eitthvað á móti straumnum. Já. Sem að gæti þá leitt til meira jafnvægis í krónunni. Já, akkurat. En Svanar svona hort á svona fjárfestir svona erlendis og þá er rauninni þá eins og Óli var að segja að krónan svona kannski ef að menn með auknum heimildum hafa tækifæri að fara út og jafnvel þú sjá tækifæri að krónan er svolítið að vinna móti þeim hugsanlega. Heldur þú að svona næsta ári þó að styrking krónar og verði eitthvað veruleg að innlendi fjárfestar reyna að fara út bara sem svona áttidreifing eða bara hvert sem er þitt mat? Sko ég held að kannski færi svolítið eftir hvers konar fjárfestir þú ert vegna þess að til lengri tíma er náttúrulega áttidreifing alltaf góð en ég held að krónan sem slík sko er kannski ekkit endilega vandamáli. Krónan er bara mælikvarði og mælir í rauninni styrk hagkerfisins á móti hagkerfinu í þeirri mynt sem þú ert að mæla það á móti og við erum að tala að staðan sé góð þannig að það er ekkert óeðlilegt að krónan sé að styrkjast á meðan við erum kannski ekki að sjá jákvæða þróun í nálægum hagkerfum. Þannig að það sem hefur auðvitað verið eins og Ólafur bendir á er að útflæðið hefur ekki verið til staðar á meðan að við höfum verið að njóta góðs af lægra gengi í okkar útflutningsgeirum og þannig að við þurfum kannski að fara að sjá jafnvægi í því að það fara útflæði, það var ekki leyft þegar kannski menn hefðu viljað fara. Þannig að á sama tíma hefur Seðlabankinn verið að safna gjaldeyrisforða þannig að hann er auðvitað í miklu betri, er í stakk búinn til þess að takast á við það að fara að stýra genginu. En aftur á móti held ég að við munum ekki, eða ég vona að við munum ekki sjá aftur frjálst flot eða frjálst flæði og að krónan verði látin fljóta að fullu held ég að það sé fullt reynt og það er það sem er að valda þessum sveiflum sem að Jón kemur inn og held ég að við munum sjá einhvers konar vikmörk. Já. Það náttúrulega reyndar kannski staðan líka að við sjáum bara aðrar myntir, ekki bara svo íslenska sem náttúrulega bara hafa sveiflast mikið þannig að svona þetta menn eru að teikna gjaldmiðlastríð og bara heimurinn er að breytast og við sjáum mikla sveiflur í dollar og evru bara per se, þannig að kannski er þetta bara ný raunveruleiki fyrir heiminn kannski per se. En einmitt áfram að krónunni og Jón, þá að krónunni þinni.
Fyrst þú nefndir þetta með erlenda samkeppni, hérna, við erum að sjá bara þess aðra, Costco og H&M núna, bara fyrir íslenska neytandi, spennandi tíma. Kannski fá bara stutt komment frá þér, hvernig líst á þetta og hvort það Ég sé líst ekki bara bara jákvætt? vel á þetta. Ég held að þetta sé bara hið besta fyrir íslenska neytendur og íslenska markað og almennt fyrir smásölu á Íslandi. Það er margt rætt um þetta. Annað félagi kannski verið ofboðslega mikið í fréttum. Ég held að svona áhrif Costco þau vera svolítið víðtæk. Þau vera svona frekar grunn en víðtæk. Af því að það er bara eðli þeirra starfsemi. Ein staðsetning og þetta er markaður sem að heildina er 400 milljarðar. Þeirra verslanir eru að velta 10-12 milljarðum svona. Þannig að ég á ekki vona á því að vera eitthvað annað upp á teningunum hér. Jafnvel aðeins minna. Það hefur svona verið reynsla þeirra erlendu aðilar sem eru hér í dag. Þeir eru nokkrir og við þekkjum það. Bauhaus, Toys R Us, þetta er hvorutveggja konsept sem eru rekin af erlendu aðilunum. Ég held eins og að áhrif Hennes & Mauritz verði svona þröng og dálítið djúp. Þau munu hafa og miklu meiri kjarabót fyrir íslenska neytendur heldur en nokkuð tíma Costco. Ég held eins og að þeir getu haft svona skammtíma áhrif á bæði atvinnuhúsnæði og fataverslun í landinu, eins og við sáum nú hérna mynd á hana. Hún hefur átt svona í hugaverast, bara í gríðarlega langan tíma. Þannig að ég held að áhrifin þar verði mikil vegna þess að þeir ætla sér stóra hluti, ætla sér inn hérna með 10.000 fermetra af fataverslun. Fataverslun er sko 4,5% held ég af neyslu heimilana. Í dag að þá náum við ekki nema kannski svona, ég myndi ekki svona skjóta á 25-30.000 fermetrum í fataverslun í dag. Það er hlutfallslega þetta miklu meira áhrif. Svo held ég að muni koma fleiri. Ég held bara að túrisminn og almennt svona minnkun þessa alþjóðamarkaðar, aukning í e-commerce erlendis, hann hefur bara haft þau áhrif að menn eru frekar tilbúnir að opna keðjur í svona fjarlægari stöðum heldur en áður. Svana, þú held ég einhver leyti tengt svona einhverju retail, svona hvernig horfir þetta við þér? Er þetta gott fyrir bara smásölu í Íslandi? Já, ég held ég sé reyndar örugglega hafi meiri hagsmuni að þessum neytandi heldur en kannski fjárfestir, þannig að mér finnst þetta frábært. En ég held að sé alltaf, það skapar alltaf bara, samkeppnin er alltaf góð og meira úrval er alltaf gott. Þannig að en ég held aftur á móti að svona hvernig þetta, ég held að það sé rétt það sem maður segir, þú veist, Costco, þetta er ein búð. Ég held að það komi ekki til með að hafa endilega mikil áhrif, en það er áhugavert að sjá hvernig H&M kemur inn og hvort að þeir fái alla þá verslun sem að þeir mælast með frá Íslendingum. Já, er það ekki bara helmingurinn af fataverslunum líka, eða 40%? Já, en þetta er náttúrulega kannski líka bara hluti af okkar ferðalögum. Þannig að það er spurning hvort að við ætlum að fara að gera þetta hér líka. Já, þetta er þessu punktur. Bara svo við höldum okkur pínlítið við krónur en vippum okkur kannski þá eins og ég var að nefna Ólafur með Seðlabankann. Sjáum athyglisverða mynd hjá honum Dóra með vaxtaferilinn. Og er rauninni þessi bara vaxtastig í landinu með flatan vaxtaferil, þannig að það er eins og hann nefnir. Og annarkvort er markaðurinn eitthvað kannski brenglar eða hann er bara rauninni að prísa inn vaxtalækkun. Ég vil kannski bara spyrja þig sem svona, nú náttúrulega sáum við nýlega meistararitgerð varðandi hvernig lífeyrissjóðir haga sér. Hver er svona þín sýn á þetta? Sko, hvað krónuna varði þá held ég að Jón sé betri að stýra krónunni heldur en Seðlabankinn. Og það verði mjög erfitt að stýra henni á einhvern jafnvægispunkt, en það er allavega meðan hún er í höftum og þá er það hægt. Ég held að skuldabréfamarkaðurinn sé einhverju leyti bjagaður á því að það er búin að vera hérna höft og það er svolítið erfitt að dæma markaðinn út frá því ef það væri frjálst flæði, lífeyrissjóðir gætu farið út og erlendir aðilar komið inn, þá væri væntanlega sveiflan minni. En
það alveg hægt að taka undir það, raunvaxtastig hátt hérna miðað við hvernig staðan núna. En hvernig verðmetum við krónuna sem á móti erlendu láni? Hver áhættan að vera með þennan mismun? Þegar svona 10 ár aftur í tíman þá var hún töluverð en vonandi verður hún minni í framtíðinni. Þannig að töluverð 15–20% sveifla í krónunni yfir lengri tíma og það er töluverð áhætta fyrir þann sem að fara á milli myntsvæða. Þannig að þetta Svo ekki sé talað svo skarpar leiðréttingar sem að einkennir svolítið krónuna hinga til. Vonandi það liðin tíð. Menn hafa náttúrulega nefnt að vaxtalækkun myndi þá vera eitthvað tæki í baráttunum við krónuna í rauninni og hún sé í rauninni bara náttúrulega erlendir aðilar að færa sig á lengri endan og hafa þar alveg áhrif á vaxtaferilinn. Þetta mjög sérstakur ferill, algjörlega flatur og svo líka álagið að minnka bara yfir höfuð, þannig að það er ekki verið að gera mjög mikið upp á milli útgefanda. Langar aðeins að koma inn á hlutabréfamarkaðinn sem hann Óli var að ræða og það sem kemur fram að verðþróun þar er svona í rauninni flæðisdrifin og svona kannski skammtímadrifin miklu leyti og þá má kannski sumir spila fundamentals ekki ráða. Svana, ert þú hver er þín tilfinning fyrir þessu? Er markaðinn svona overreakta við Já, hluti þetta sem er kannski kannski búið að skipta vera ekki máli? áhugavert að fylgjast með honum á þessu ári, miðað við kannski síðasta ári, en það eru auðvitað mjög lítil viðskipti sem að hreyfa verðið. En aftur á móti er ég mjög bjartsýn á þennan hlutabréfamarkað og það er fundamentals eru til staðar, ólíkt því sem við höfum kannski upplifað áður. Þannig að það sé svona, bara svona eins og Óli var að nefna. En þá er kannski spurning með þá hvatan fyrir þá ný fyrirtæki að koma inn á markaðinn. Við erum að sjá hérna skelfingu og það ætla að vera lengi tala um fleiri fyrirtæki á markað. Meðal annars ákveð fyrirtæki og finnst ykkur í rauninni þessar sveiflur ýta þá mönnum frá þessu? Jón kannski, varandi svona umhverfið fyrir fyrirtæki að skrá sig, er það kannski er það gott eða óhentugt eða hefur eitthvað skoðun á því? Nei, alls ekkert, ég held að umhverfið ýti ekkert frá því, ég held að það sé meira bara það er einhver tilgangur með því að fara með fyrirtækið á hlutabréfamarkað. Það finnst mér alltaf þurfa að vera. Eru menn að reyna að auka hlutaféð, stækka, fara í einhverja sókn í hvað að nota peningana. Ég held að menn verða að fara á einhverju svoleiðis forsendum á hlutabréfamarkað. Svana, myndið þú ráðleggja honum að skrá félagið á markað? Nei, ég myndi segja hann að reyna að halda þessu fyrir utan hlutabréfamarkaðinn bara eins lengi og hann gæti. Nei. Ég held að það sé aftur bara kemur að því hvers konar fjárfestir þú ert. Það er mín reynsla að það er auðveldar að stýra fyrirtækjum fyrir utan hlutabréfamarkaðinn í meiri hlutaeigu þá einkafjárfesta. Þetta er orðið erfiðara þegar þú ert komin inn á almennan hlutabréfamarkað. Ef ég væri að selja fyrirtæki þá myndi ég skoða skráningu. En ég myndi ekkert vera neitt sérstaklega spennt fyrir því að fara með fyrirtæki og eiga það að stórum hluta inn á skráðu markaði. Svo er náttúrulega bara annað sem fylgir því að fara á markaði er að þú ert komið með ársfjórðungsuppgjör. Þá fara sveiflur að skipta máli í rekstrinum og þú þarft að útskýra þær. Þannig að og sérstaklega þá kannski fyrirtæki sem eru einmitt í innflutningi eða útflutningi eða öðru slíku þá eru afurðaverð og gjaldmiðlar farnir að spila inn í og þetta getur stundum verið óheppilegt þegar þú ert í stuttum uppgjörstímabilum. En síðan kemur náttúrulega bara að því auðvitað ef þú ert fyrirtæki sem ætlar að vaxa að þá er hlutabréfamarkaðurinn orðinn mjög góður staður til þess að sækja hlutafé og fylgja eftir vexti, sérstaklega ef þetta eru stór fyrirtæki. Já, eru þá kannski frekar þá að minni fyrirtæki sem eru þá að reyna að sækja sér vöxt erlendis, að það sé þá betri vettvangur fyrir þá að skrá sig? Óli, hefur þú kannski eitthvað að skoða þessu sem svona stærsti fjárfestirinn? Gagnsæið er kannski mikilvægara fyrir okkur á innanlandsmarkaðinni heldur en kannski djúpur markaður að við erum kannski fjárfestar til lengri tíma. Þannig að það að geta nálgast upplýsingarnar og fá það reglulega er svolítið mikilvægt. Og það heldur líka greiningadeildum og öðrum svolítið á lífi, það er töluvert að fjalla. Þetta skaffar mér vinnu, frekar í skráfyrirtæki. En þetta held ég bara að gera öllum gott að það er eftir því sem meira er á markaði því sýnilegra er atvinnulífið og hagkerfið.
En svo getur maður alveg tekið undir það að viðbrögð margra við ársfjórðungsbreytingum sem kannski bara fullkomlega eðlilegt, eru kannski svolítið sterk, en það helgast örugglega meira af því að markaðurinn hefur verið grunnur en hann væntanlega að dýpka og þá gæti dregið úr þessum sem einhverjum finnst órökréttu breytingum. En svo maður bara að virða markaðinn, hann eins og hann Já, já. Það líka komið til tals stundum að hvort að stærstu félagin, Marel og Icelandair, séu of stór fyrir markaðinn, ef mér má leiðast að spyrja. Já, það kannski, þau eru svolítið stór fyrir vísitöluna eins og hún núna, en það ekkert sérstaklega auðvelt fyrir þá sem eru að stýra einhvers slags vísitölusjóð eða að þurfa að setja 35% af einu félagi inn, þannig að það mætti kannski fjölga félögum á markaði og stækka hann í stað þess að hrekja þá sem eru stóri fyrir út af markaðnum. Já. Þannig að við myndum fagna því ef að koma fleiri fyrirtæki inn á markaðinu. Ok, ég sáttur við það. Já. Ég var að fá eina bara spurningu einmitt bara til í rauninni þín, Ólafs, að þú nefndir í upphafi að þú voru ágjör af þessu hækkandi fasteignaverði og tengt á kaupmátti þá frekar, eða það samhengi. Þá kom spurning var þetta hlutverk lífeyrissjóða í þessu, var þetta náttúrulega þeir að koma inn á markaðinn og annað slíkt. Finnur þið þá fyrir því að þeir hafi núna ákveðnar áhyggjur? Ég veit nú ekki, ég heyri það nú ekki, ég ekki svo góðu sambandi við og alla, en það sem að kannski með breytt mjög kannski öguðu vinnulagi að þá nú verið að gera ráð fyrir því að það láni engin lengur nema allir geti virkilega greitt af láninu og þessi greiðslugetupróf eigi þegar að koma í veg fyrir það að hagkerfi og verð geti hækkað í skuldsettum viðskiptum sem að ekki greiðslugeta fyrir og þess vegna velti ég bara fyrir mér þegar ég las þetta í gegn hvernig á hverju hækkunin muni byggja ef að raunverðshækkun fasteigna fer sem sagt fram úr bara kaupmáttaraukningu svona til lengri tíma. Þannig að það svona þetta gamla langa samhengi hlutana sem að maður trúir ennþá á, en svo þetta mjög drifið af þessum kannski tímabundnu breytingum að það hefur verið að leigja fasteignir. Mín skoðun að þetta sé ekki, þessi hækkun sé ekki drifin áfram af auknum lánum lífeyrissjóða til fasteignakaupa, en það vissulega áhættumerki þegar verðið hækkar mikið. Svo greip ég eina spurningu sem að kannski enda á, en ef þið væri verið að hringja ykkur núna bara á eftir að verða fjármálaráðherra, taka við þeirri stöðu, hvað svona ykkar fyrsta verk? Jón, þú kannski byrja á þessu? Já, takk. Ég held að þetta er svolítið ágætis spurningar. Ég held að það sé kannski bara líka fín umræða hvernig ætlar hið opinbera að nýta góða tíma til þess að reyna að laga til í opinberu rekstri. Og ég hef nú haft mína skoðanir á því og held að það séu gríðarleg tækifæri fyrir opinbera að hagræða og auka framleiðni og létta á því kerfi sem að atvinnulífið býr við, sem ég held að sé miklu flóknara hérlendis á þessu litla markaðssvæði heldur en bara til í Skandinavíu. Já, einmitt hvort það eitthvað svona sérstakt sem þú vilt? Nei, það er bara, við sjáum það bara við sem erum í bara innflutningi eða erum að kaupa af erlendum fyrirtækjum, sérstaklega bara tekið skandinavísk fyrirtæki. Það er miklu flóknara að kaupa inn vöru á Íslandi heldur nokkuð tímann í Danmörku eða Svíþjóð. Og það er bara pínulítið að hluta til að við stöndum fyrir utan Evrópusvæðið. Ég er nú ekki að segja að við eigum að fara inn í það, en það er eins og að gera margt af þeim aðlögunum, þeim hagræðingum sem að lækka tilkostnað við það að vera svona smá eins og við erum. Smæðin, hvort sem að við viljum trúa því eða ekki, þá eykur hann tilkostnað allra atvinnugeira á Íslandi. En við höfum eins og ára móti, þegar maður hefur smæð, þá á maður að nýta sér þennan svona sveigjanleika og það að geta gert hlutina hratt og auðveldlega. En við festum okkur stundum í stórum kerfum en erum samt með kannski lítið umfang. Já. Svana? Já. Er það ekki fyrsti kvenkyns fjármálaráðherra? Já, nei, hún var hún Katrín, eða ekki? Árný Haraldsdóttir. Já, Árný. Allavega. Ég held þetta bara væri mjög áhugavert starf. Aftur hef ég kannski áhyggjur af því á þessum tímapunkti að maður er þá fjármálaráðherrann sem næði að klúðra
málunum. Ef við horfum á þetta sögulega þá svona er það þannig að okkur tekst eiginlega sjaldan að halda þessu til lengri tíma og það er svona einmitt spurning hvort við erum svolítið komin að þeim tímapunkti núna að þessi stjórnarskipti verði til þess að þessi gröf og þessi fínu línuritt sem við erum að horfa núna verði kannski ekki eins fín eftir 2 ár. En aftur á móti myndi mann auðvitað bara kannski reyna að skoða hvað hefur verið, þú veist, hvernig þeir hafa verið að stýra þessu hingað til. Það hefur verið mikið aðhald, það hefur verið góður agi og við höfum verið góð í því að taka til þegar að reynir á, en svo reynir núna á aðeins að leyfa ekki partíun alveg að fara af stað. Er eitthvað þá í regluverki sem, það er aðeins nánar, eitthvað svona í umhverfi fjárfesta sem að þú myndir þá, eða þér finnst það þurfa að breyta? Sem snýr að hagstjórn eða bara... Já, svona bæði og, svona bara, þú veist, bara svona að skapa betri umhverfi fyrir þá fjárfesta og bara í rauninni fjárfesta umhverfi hérna á Íslandi, eitthvað sérstakt? Sko ég held að regluverkið og regluverkið er ekki vandamál. Það er við sjálf sem búum til vandamálin. Þannig að ef að við störfum, ef að þeir sem að stýra hagkerfinu sína aga og ef að við fjárfestar störfum í takt við reglur og förum vel með allt sem við erum að gera, þá verða ekki þessi vandamál. En það er náttúrulega þegar menn fara aðeins að fara út fyrir heimildir eða svona túlka hluti á sinn hátt eða reyna að komast í kringur hlutina, það er þá sem að við förum að sjá vandamálin. Já, það kom til að þessi fundur myndi titillinn yrði göngum hægt glina dýr. Það var enda tekið á því að þú tók mikið svona partí líking þar, en það er svona kannski basically sem þú sumar upp í rauninni. Þú veist, það er auðvitað ótrúlega gaman að vera í partíinu. 2007 var ekkert leiðilegur tími. En það er aftur á móti spurning hvort að við séum til í að taka aftur þinguna sem kom í kjölfarið eða hvort að við ætlum að hafa læra aðeins af þessum tíma og gera þetta betur núna og þá verðum við kannski að vera aðeins leiðilegri. Þá verðum við kannski bara að mæta og vera ekki alveg eins hress í partíinu og það er ekkert alltaf skemmtilegt en... Já, það er góð punktur. Ólafur? Já, ég myndi byrja á því sem stendur mér næst. Það er að fara í saleikssamkomulagið og lækka tryggingagjald á fyrirtæki sem gefur þeim færi á að mæta þessum launahækkunum. En ég myndi hafa mestar áhyggjur af því að ég er sammála skýrslunni ykkar að það þarf að fara svona á móti hagsveiflunni og minnka samneysluna. En ég missi örugglega vinnuna bara eftir 2 ár ef ég verð á bremsunni núna sem fjármálaráðherra í kosningum og ég held að það verði mjög erfitt núna næstu 3 árin að fara á móti, draga úr fjárfestingum þegar margir vilja mjög flottan spítala og hann á að vera 11% af landsframleiðslu, það sem á að fara í það og þetta er svona umræða sem að verður, þannig að ég er ekki viss að ég myndi vilja taka embættið af mér. Þú segir bara pass? Nei, ég segi ekki pass en ég veit að þetta verður mjög erfitt fyrir þann sem er að fara að taka þetta að sér. Útsvöld hvað einhvern veginn tíminn flýgur frá okkur, það er ein spurning sem ég held að við verðum bara að spyrja, bara nokkuð áhugaverð, sem er beint til hennar Svönu að tala um að fá fleiri fjárfesta inn í stjórnir fyrirtækja og bara það er ákveðin staðreynd í dag að kvenfólk er kannski ekki nógu svona sýnilegt í bara bankageiranum og verðbréfageiranum og hefur áhyggjur af stöðu eða eitthvað svona hvað þetta er að gera? Já, ég er kannski svona fyrst og fremst áhyggjur af bara þeirri þróun sem að er að eiga sér stað inn í stjórnum fyrirtækja og sérstaklega skráðra fyrirtækja að ég held að það sé vandfundi að finna hvern fjárfesta inn í stjórnum þessara fyrirtækja. Aftur kem ég kannski því að það er mín skoðun að það eigi að vera þarna fólk sem er að fara fyrir eigin peningum. Það eru bara öðruvísi ákvarðanir sem þú tekur. Ég hef setið í stjórnum fyrirtækja þar sem að ég hef ekkert undir og ég hef setið í stjórnum fyrirtækja þar sem að ég hef verulega hagsmuni undir og með fólki sem þá kannski hafði ekki hagsmuni undir. Og ákvarðanir og hvernig þú beitir þér í stjórn eru bara mjög mismunandi. Og ég hef líka verið eigandi af fyrirtæki sem hefur verið í samkeppni við fyrirtæki þar sem að stjórnin var samsett fólki sem átti ekki mikið undir og það er mjög góð staða vegna þess að
ef ég tek dæmi bara olíufélag að taka það ákvörðun að fara í verðstríð getur kostað félagið einhverjar 80 til 100 milljónir. Og það kannski ekki rosalega þægileg staða að setja því í ef þú ert ekki fjárfestir. Það miklu betra að setja í stjórn og taka bara svona heppilega góðar ákvarðanir sem að þú getur ekki þurft að standa undir síðar meir. Þannig að ég vil sjá góða samsetningu stjórnar þar sem að við erum með fjárfesta með hagsmuni undir versus síðan kannski aðra sem koma inn með sérþekkingu og aðra sýn. Þá komum við að því að þessi samsetning stjórna orðin þannig að það verið að finna konur til þess að koma inn út af kynjahlutfalli en fæstar þeirra að fara fyrir eigin peningum. Og það það sem ég myndi kannski vilja sjá aðeins breytingu á vegna þess að það bara þannig að það einhver kona sem á þessa peninga líka. Og ég held að þær hafi bara heilmikið til málun að leggja. Stundum öðruvísi skoðanir, öðruvísi hugmyndir, þannig að ég myndi vilja sjá þá þróun. Ok, já, athyglisvert. Ólafur, vilt þú kannski svona sem fyrir hönd aðra sem náttúrulega þarf að setja í stjórnir og annað slíkt? Kjósa. Já. Já, tek undir með henni. Ég held að það verði mjög heilbrigt og gott að fá fleiri kjölfestur fjárfesta inn í fyrirtæki á markaði, af því að við erum nú að tala það kannski fyrst og fremst, og að það verði konur sem að gera þetta ennþá betra ef að samsetning stjórna bland af stofnana fjárfestum og enga fjárfestum. Þá held ég að það sé eitthvað sem að geti leitt mjög gott af sér. Hjartalega sammálinni. Enn og aftur kannski að renna tíma, ég ætla að staldra aðeins við. Jón, svona bara kannski að svona lokum, að því bara ég tengt á þessum spá okkur annað slíkt, og reynir koma aftur aðrunni krónunni og þá rekstur svona í retail. Hvernig sérðu svona þá næsta ár? Krónuna að setja þrýsting á ykkur? Hún bara burt sér frá samkeppni? Eða finnur þið fyrir þessum auknum kaupmætti að síðan skila sér þá bara jákvætt inn á móti? Hvernig horfir það svona 2017, bara svona kannski aðalspurningin? Það ekki spurning að það aukinn kaupmáttur, hann svo sem búin að vera núna, vildu síðan svona kannski á öðru ári, svona hjá hinum almennan neytenda, og eðlilega hins tel ég það að styrking krónunar, henni nú oftast skilað út í vöruverðið, það lækkar vegna þess að samkeppnin í dag, hún bara orðin það alþjóðleg. Fólk ekkert mál fyrir fólk að nálgast vörur. Búum við allt annað umhverfi heldur en kannski fyrir 20-25 árum síðan. Þannig að ég ekkert viss það endilega að styrking krónunar skili sér eitthvað beint í botnlínuna hjá slíkum félögum. Ég held hins vegar að sjálfsögðu ef að það lækkar vöruverð þá styrkir það félögina því að þau ná aukinni svona hagræðingu hjá sér og aukinni framleiðni. En á móti að þá líka eins og ég segi, þegar hún sveiflast oft innan ársins, þá getur það verið flókið vegna þess að fyrirtækin mörg hver, sérstaklega sem eru kannski ekki í matvörunni, að þau nú ekki að kaupa inn á hverjum degi. Þannig að þetta getur verið ákveðin kúnst á maður að tryggja sig fyrir þessu, á maður ekki að tryggja sig fyrir þessu, á maður að kaupa núna, á maður ekki að kaupa núna. Og þetta svona eins og ég segi, þegar smásalar eru farnir að þurfa að eyða miklum tíma í þetta í staðins að þjónusta kunnan, eiga vöruna til, gera það þægilegt og gott að koma í verslanirnar, þá þetta fara að snúast eitthvað annað í smásölu. Já, og þetta hefti þá svona nýsköpun í geiranum? Það mjög mikil nýsköpun í gangi bara í Evrópu, Norðurlöndum og annars staðar? Ég held kannski að það sé það sem við þurfum að horfa á í þessum góðæristíma, að við fjárfestum aðeins í þessari nýsköpun og í tækni. Við erum svolítið á eftir. Já, einmitt. Og ekki bara, ég held að við séum að verða á eftir aðeins náttúrulega sjálfsögðu í þessum e-commerce, við erum líka að verða á eftir í greiðslumiðlunar þættinum, þar sem við sjáum, og þar geti kannski kasta sjónum mínum til bankana. Þar erum við að sjá rosalega þróun alls staðar í Evrópu, en við erum ekki að sjá þá þróun hér. Við erum bara svolítið komin yfir tíma, klukkan korter yfir. Kannski bara loka spurningin, og að því við höfum kannski ekki talað mikið um pólitíkina, mér langar að spyrja, hvernig haldið þetta stjórnarmyndunin fari?
Þú mátt svara mjög dipló ef þú vilt. Já, nei, ég held að þetta takist ekki það sem er í gangi núna. Svanna, hver er svona þín tilfinning? Já, ég held að sé svona, það er áhugavert að fylgjast með því sem er í gangi núna. Mér finnst óheppilegt að það hefði ekki tekist þarna í fyrstu tilraun hjá Bjarna. Ég hefði viljað sjá þá aðeins fá að halda áfram með þau verkefni sem þeir hafa verið að vinna að. Maður hræðist auðvitað ef að það verður meiri vinstristjórn að við séum að fara að horfa á skattahækkanir og skattahækkanir skila ekkert endilega alltaf hærri tekjum til ríkissjóðs og ég hræðist það svolítið að við séum að horfa á slíkt og með hærri sköttum. Ég bjó nú í Danmörku í 4 ár og þar upplýði ég svona svolítið hvernig Danir, það sem eru með held ég 68% tekjuskatt og svo fer þetta allt upp í 90% með hátekjuskatti, að þá ertu að horfa á kannski tekjuhærri einstaklinga og fjármagnseigendur eru farnir að reka sig í félögum, þannig að þeir borga töluvert minni skatt en þeir hefðu annars gert og þetta endar á því að millistéttin, launþegar og ríkisstarfsmenn borga bara hreinlega meira. Og þetta er það sem að maður hræðist með þeirri þróun að horfa til að hærri skattþrep og auðlegðarskattur og slíkt séu svar við að auka tekjur ríkissjóðs í staðinn fyrir að fara í tekjuöflun og reyna að finna nýjar leiðir til þess að skapa tekjur inn í ríkissjóð. Að þetta verði bara til þess að staða millistéttarinnar og þeirra lægri launuðu verði verri og mér fannst áhugaverð frétt sem kom frá fjármálaráðuneytinu fyrir kosningar. Auðvitað var þetta kosningaráráður en það að við værum hérna með 30% af tekjuhæstu framtalsteljendum sem væru að borga skattana, að ég verði eiginlega bara að spyrja mig hvort að við séum bara með betra velferðarkerfi heldur en Norðurlöndin hin, vegna þess að þetta kom mér skemmtilega óvart og væri mjög áhugavert að sjá þessar stærðir hjá hinum Norðurlöndunum. Við sendum hagfræðingan okkar í þetta. Jón, svona að lokum? Ég held bara sama og ég held að það veri yfirskrift fundarins. Ég held að sama eigi við opinbera geirann og einkageirann, bara fara varlega inn í nýja tíma. Fara varlega inn í nýja tíma, ég held að það sé bara frábær lokaorð. Klukkan er 20 mínútur yfir. Bara ég vil þakka Steinþóri og Dóra og Ólaf fyrir að kynna og alltaf frábær kynning hjá Daniel og bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir okkur.